þá fjármála yfirferðinni lokið og komið að þeim liði sem kosningi í framkvæmdastjórn, kjörnefnd, laganemnd og kjör tveggja skoðanamanna. Og áður en að því kemur þurfum við að tryggja að allir séu hér fullgildir aðilar á aðalfundi eða fulltrúar. Ég mun lesa hér upp fulltrúa þeirra samtaka sem hér eru og biðja menn að við höfum hér nafnakall. Þannig að það ADHD samtökin, Björk Þórarinsdóttir, Vilhjálmur Hjálmarsson, Ellen Kalmon, Elín Hó Hinriksdóttir. Ég svo langt sé verið kennari, ég gleymi að merkja við í kladdan. Ás styrktarfélag, Karl Þorsteinsson, Guðbjörg Magnúsdóttir, Guðrún Þórðardóttir, Blindrafélagið, Halldór Sævar Guðbergsson, Kristinn Halldór Einarsson, Rósa María Hjörvar, Blindravinafélagið, Gísli Helgason, CSU samtökin, Edda Svavarsdóttir, Hrefna B. Jóhannsdóttir, Emil Hallgrímsson, Einhverfu samtökin, Sigríður Sigurjónsdóttir, Svavar Kjarval, Sigrún Birgisdóttir, FAAS, félag aðstandenda Alzheimersjúklinga, Fanney Proppé Eiríksdóttir, Proppé kallar á Proppé, Ragnheiður K. Karlsdóttir, Svava Aradóttir, félag CP á Íslandi, Björn Árni Ólafsson, Klara Geirsdóttir, Daniel Ómar Viggósson, félag heyrnarlausra, Bernhard Guðmundsson, Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, Hjördís Anna Haraldsdóttir, og engin varamaður sem sagt. En ok. Félag lesblindra á Íslandi, Einar Hrafn Jóhannsson, afsakið, Guðmundur Skúli Jónsson, Margrét Björk Björnsdóttir, ég kalla hana aftur upp á eftir, ekki viljum við trufla hana þar, Snævar Ívarsson, félag nýrnasjúkra, Guðrún Þorláksdóttir, Hannes Þórisson, Vilhjálmur Þór Þórisson, Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, Friðgeir Jóhannesson, Guðný Katrín Einarsdóttir, Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra, Ásta B. Björnsdóttir, Jón Gunnar Jónsson, Geðverndarfélag Íslands, Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Kjartan Valgarðsson, Gunnlaug Thorlacius, Gigtarfélag Íslands, Dóra Ingvadóttir, Emil Thoroddsen, Einar S. Ingólfsson, Kristín Magnúsdóttir, Magdís Grímsdóttir, það rétt að hún forfallist, og Katla Gunnarsdóttir sé hér, Sigrún Jóna Sigurðardóttir, Heyrnarhjálp, Daniel G. Björnsson, Kolbrún Stefánsdóttir, Ingólfur Már Magnússon, HVF Ísland, Alnæmissamtökin á Íslandi, Einar Þór Jónsson, Ingi Hans Ágústsson, Svavar G. Jónsson, Hugarfar, Kristín B. K. Mikkelsen, Lauf, Landssamtök áhugafólks Flogaveiki, Brynhildur Artúrsdóttir, Fríða Bragadóttir, Helga Sigurðardóttir, Málbjörg, Sigríður Fossberg Thorlacius, Sveinn Snær Kristinsson. Þetta stendur hérna, en ég trúi þér frekar en þessu blaði. Málefli, Kristín Guðlaug Guðfinnsdóttir, Kristján Geir Fenger, ME-félagið, Jóna H. Kristmannsdóttir,
MG Félag Íslands, Bryndís Theodórsdóttir, Pétur H. Ágústsson, MND Félag Íslands, Guðjón Sigurðsson, Sólveig Jónasdóttir, Ægir Lúðvíksson, MS Félag Íslands, Garðar Sverrisson, Ingveldur Jónsdóttir, Sigurbjörg Ármannsdóttir, Parkinson Samtökin á Íslandi, Guðbjörn Jónsson, Hrafnhildur Sigurðardóttir, Ólína Sveinsdóttir, Samtök sykursjúkra, Marínó H. Þórisson, Ómar Geir Bragason, Sigríður Jóhannsdóttir, Þorgeir Örn Elíasson, SEM, Samtök endurhæfðra mænuskaddara, Arnar Helgi Lárusson, Guðmundur Magnússon, SIPS, Auður Ólafsdóttir, Dagný Erla Lárusdóttir, hér stendur Erna, þetta voru mistök lesara, Dagný Erna Lárusdóttir, Frímann Sigurníasson, Sigurjón Einarsson, Stefanía Sigurðardóttir, Björn Ólafur Hallgrímsson, það ok, og er hann hér? Sveinn Guðmundsson, Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra, Ásta Dís Guðjónsdóttir, Grétar Pétur Geirsson, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, María Óskarsdóttir, Spóex, Samtök Psoriasis og XM sjúklinga, Elín Helga Hauksdóttir, Erna Arngrímsdóttir, Ingvar Ágúst Ingvarsson, Stóma Samtök Íslands, Inger Rós Jónsdóttir, Jón Þorkelsson, Sigurður Jón Ólafsson, Styrktarfélag lamaða og fatlaðra, Alda Róbertsdóttir, Kristín Björnsdóttir, Baldvin Bjarnason, en er varamaður hér Vilmundur Gíslason. Túrétt Samtökin á Íslandi, Erla Sólrún Valtýsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir, Örnólfur Tólasíus. Þá þurfum við að kanna hvort Margrét Björk Björnsdóttir er í salnum. Þú farið ekki í seint í glatan. Þá er þetta þá ekki á hreinu, þurfum við að bera saman listana, þú ert með þetta. Þá getum við dreift kjörseðlum í samræmi við þessa skrá yfir fulltrúa aðildafélaga. Og ég ætla að gefa, þetta er kosning í framkvæmdastjórn, kjörnefnd, laganemnd og kjör tveggja skoðunamanna. Og ég ætla að gefa Jóni Þorkilssyni, formanni kjörnefndar, orðið. Er einhver með athugasemdir úr sal? Viljið þið afhenda mannunum mikrofón? Gísli. Fyrirgefðu, ég kannski datt út. Þetta er kannski vitlaust, það er ekki kjörformans fyrst eða hvað? Jú, formaður kjörnefndar mun bara kynna þetta. Já, ég datt út, afsakið. Ok. Ágætu fundargestir, Ríkissjónvarpið hefur beðið að fá að taka hér einhver skot hérna inni. Okkur finnst sjálfsagt að verða við því, en viljum kannski ekki endilega það sé í miðjum kosningum. Þannig að það er spurning hvort að við leyfum þeim að rölda hér hring og þykjumst vera niðursokkin í aðalfundarstörfa meðan. Og gerum örlítið hlé á þessu í bara 2-3 mínútur, dugar það ekki? Þið látið eins og ég sé að segja eitthvað stórmerkilegt.
Já, ég kann aldrei brandara, sko. Jú, hann er hér. En svona eitthvað til upplýsingar þá get ég tekið það fram fyrst að svona það er smá töf á þessu en það eru sem sagt 98 fulltrúar með kosningarétt hérna. Þannig að það er verið að dreifa kjörseðlum og núna þarf ég að segja eitthvað rosalega gálega í myndavélinni hérna en við skulum bara hinkra og vonum að þetta taki ekki of langan tíma að ná þessum skotum og svo getum við haldið áfram með kjörstörfin. Ég ætla allavega að fá með kaffibolla. Jæja, þá skulum við þakka þeim fyrir. Það er náttúrulega draumurinn fræðir slíkur að það gerir allt til að komast í sjónvarpið. En þá skulum við halda áfram það sem frá var horfið. Það er eins og ég sagði áðan 98 fullgildir fulltrúar hér og 98 kjörseðlum hefur verið dreift. Og nú bið ég í annað sinn Jón Þorkilsson, formann kjörnefndar, velkominn í pontu. Takk fyrir. Kjörnefnd þessa árs hóf störf á miðju sumri og leitað eftir því hverjir ætluðu að vera í framboð og hverjir ætluðu ekki að gefa kost á sér áfram. Núna er formannskosning framundan og mjög snemma gáfu 2 aðilar kost á sér. Það er Guðmundur Magnússon frá SEM-samtökunum og núverandi formaður Öryrkjabandalagsins og Ellen Kalmon frá ADHD-samtökunum og núverandi varaformaður. Kjörnefnd hefur ekki meira þetta mál að segja, heldur leggur það í vald fundarins hver verður formaður. Takk. Já, á listanum. Þið merki við á kjörseðlunum A fyrir Ellen Kalmon og B fyrir Guðmund Magnússon. Já, takk fyrir það. Er einhver sem leggur til að vil bjóða sig fram utan úr sal? Var þetta já? Þú sagðir já, þú ert í framboði. En það voru sendt út, það eru sem sagt, þá er komið á formannskjöri, það voru sendt út, sem sagt, frambjóðendur sendu út kynningu á sjálfu sér, en okkur þykir eðlilegt að leyfa þeim að kynna sig hér, að gefa þeim 5 mínútur. Við byrjum á þeim frambjóðenda sem er bara númer A hér, ofar á kjörseðlinum, og það er Ellen Kalmon.
Hér hefur verið beðið um orðið og það er náttúrulega verið að veita það en það verður að vera hreinu og þessi annarkvæmt framkvæmt kostingana eða hreinlega verið að lýsa við frambóði. Hér er ekki hægt að ræða þá frambjóðendur sem eru hér til staðar. Það er annarkvæmt framkvæmt kostingana eða hreinlega yfirlýsingu formannsframboð. En gjörðu svo vel. Það er ekki yfirlýsing framboð. Í mörg ár hef ég verið skammaður fyrir að gera athugasemdir kosningar ÖBÍ eða störf kjörnefndar. Í dag vil ég hrósa þeim einstaklingum sem að starfa í þessari erfiðu nefnd. Í dag hefur jafnræðis verið gætt og gætt að kynningu allra og kynningu á lausum embættum hvort sem fólk gefur kost á sér aftur eða ekki. Ef ég hefði hatt tækið ofan fyrir ykkur, takk fyrir gott starf. Þá gefum við Ellen Kalmón orðið. Takk fyrir. Ágætu fundarstjórar. Ég þakka ykkur fyrir góða fundarstjórn í dag. Ég þakka Kristni fyrir hreinskilina hérna áðan og kæru félagar og samstarfsfólk. Ég ætla að byrja því í dag að tala fyrst það sem mér þykir súrt. Jafnvel ómerkilegt, því illur best aflokið eins og einhvers staðar stendur. En það tók Guðmund Magnússon nærfellt 7 mánuði að finna tíma fyrir samtal við mig, þá nýkjörinn varaformann, til að fara yfir málin, hvar við stæðum og hvert við stemdum. Trúið mér, ég reyndi að fá fundarbil, remdist eins og rjúpa við staur. Fundinn fékk ég þann 15. maí 2013. Hann hefur aldrei kallað mig til samvinnu, hvorki fyrr né síðar. Svo mikið er samstarf varaformanns og formanns. Þessu vil ég breyta. Mér þykir hjákátlegt að Guðmundur segi mig ekki hafa gert athugasemdir við þær ályktanir sem ÖBÍ hefur sendt frá sér. Því ég hef hringt í hann sérstaklega þegar hann hefur sendt frá sér ályktun eða sendt ályktun frá ÖBÍ sem hann sendi frá sér sjálfur án þess að bera undir framkvæmdastjórn eða aðalstjórn. Tölvupóstin sem flest hafið fengið ætla ég ekkert að fara út í annað en þetta var slys og þetta var þitt slys, Guðmundur, þá bara fyrirgef ég það og vonum verum í góðu samstarfi. Ég hef oft sinnis komið tillögur á því sem betur má fara á framkvæmdastjórnum fundum og þeim fáu fundum sem ég sat í kjararáði, en ég veit ekki hvort Guðmundur hafi tekið eftir því. Hins vegar finnst mér ekki passandi að blása alltaf út óánægju í bandalag félaga sem eiga að starfa saman. Því hef ég kosið að ekki séu bókaðar allar þær athugasemdir sem ég hef gert í gegnum tíðina, né að bókaðar séu sérstaklega mínar hugmyndir sem náð hafi gegn. Mér þykir súrt að hugsa til þess að umræðan hafi farið á þetta plan og tek undir með Kristni að þetta er ekki okkur passandi. Jæja, nú ætla ég að snúa mér að því sem mestu máli skiptir og segi því mikið er ég glöð að vera hér með ykkur í dag. Mikið er ég glöð að fá að standa hér í pontu í framboði til formanns ÖBÍ í framboði til góðra verka. Og mikið vona ég að baráttu gleðin verði við völd þegar við tökumst á við nýtt ár með nýrri framkvæmdastjórn og spennandi tímum framundan. Það tók mér langan tíma að ákveða hvort ég ætti að gefa kost á mér til formanns, ekki síst það sem ég geri mér fulla grein fyrir því hversu krefjandi starfið er. ÖBÍ á sér rösklega 50 ára sögu sem óþarft er að rekja hér í smáatriðum. Bandalagið hefur á þeim tíma gegnt lykilhlutverki í réttindabaráttu fatlaðra, öryrkja og sjúkra og oft sinnis lyft grettistaki. Það var í upphafi vettvangur þröngshóps í dag bandalag 37 aðildafélaga með ólíkar þarfir. Á þessum tíma var samskipti stjórnvalda og hagsmunahópa á borði ÖBÍ breyst og eru allt önnur en áður var.
Nútíminn krefst annars konar baráttuaðferða í samræðu og samfélagsmiðlun, í samvinnu og þar sem lausnir eru lagðar fram. Nýleg úttekt á starfsemi bandalagsins sem hér hefur verið rædd sýnir það svart á hvítu að ímynd ÖBÍ hefur beðið hnekki. Þar kemur meðal annars fram að gagnrýni og kröfur ÖBÍ gangi svo langt að skilaboð samtakana þykja varla svaraverð. Verklagið skilar ekki árangri heldur vinnur á móti hagsmunum ÖBÍ. Ég vil nota annars konar baráttuaðferði sem felast í samræðu, samvinnu og lausnum, en ekki eingöngu ályktunum og mótmælum. En bara svo að það sé alveg skýrt, kæru félagar, þá verður ekki veittur neinn afsláttur af kröfum félagsmanna. Þá ber bandalaginu vitaskuld að veita stjórnvöldum aðhald og eftirlit og það skal hvergi slakað. Það þarf að gerast með öðrum og árangusríkari hætti. Það skiptir ekki bara máli hvað þú segir, heldur hvernig þú segir það. Það eru allir löngu hættir að hlusta ef þú öskrar í hvert skipti sem þú opna munnin. Ég tel að formaður ÖBÍ vera málsværi allra félaga þeirra breiðu fylkingar sem bandalagi skipar. Hér sitja fatlaðir, sjúkir, foreldrar barna og aðrir aðstandendur, sjálfur í aðstandandi. Formaðurinn á að vera leiðandi bæði inn á við og út á við, blása félagunum byr í brjóst, styðja við starfsemi félagana og hitta framkvæmdastjóra og formin kannski einu svona ári. Ég ákvað að fara þá leið að senda bréf og hringi fólk vegna framboðsins því mér finnst mikilvægt að fólk ræði saman. Og þannig heyrir maður hvernig hjarta slær, hvað fólk vill bæta og hvernig. Eitt sterkasta vopn okkar verður að breyta ímynd samfélagsins á stöðu félagsmann okkar með vitundavakningu sem eykur skilning samfélagsins á félögum ÖBÍ. Þá byggjum við upp jákvæðan þrýsting frá almenningi, athugið, þeim hinum sömu og fella dóm sinn í alþingiskosningum á 4 ára fresti. Ég tel eðlilegt í því síbreytilega umhverfi sem við búum í að skipt sé formann í einn stóru og víðfömmu bandalagi líkt og ÖBÍ. Slíkt á að vera sjálfsagt og eðlilegt. Ræðum saman, vinnum saman, því saman erum við sterkari. Takk fyrir það og þá gefum við Guðmundi Magnúsinni formanni orðið, hann fær 5 mínútur líka. Ég ekki vanur að nota alltaf allan tíman en hérna ég ætla svona aðeins að bara stikla á stóru. Varandi svona okkar samstarf, okkar Elínar, þá var það nú þannig að ég var hluta til af þessum tíma veikur, þá voru veikindi hjá henni, það var ýmislegt sem að koma í veg fyrir að við næðum saman, sumir mun ekki það sem hefur gerst, en við borðum síðan saman, áttum ágætan hátíðisverð og þar sem að Ellen spurði hvort við ættum ekki að skrifa saman grein, ég var alveg til í það og hún sagði ég ætla að gera uppkast og sendi það til þín. Ég verð bara að segja það, mér brá svo mikið þegar ég sá þessa grein. Það var talað um þetta fólk, það var talað um svona hina, það var ekki þessi hugmynd, svona félagslega sýn á föllum sem að við höfum hér almennt tileinkað okkur. Nóg þetta, varandi samráð og sátt, þá hefur hún verið töluverð í gegnum tímana. Við höfum alltaf verið boðin og búin þegar komið boð frá ráðamönnum það að taka þátt í nefndastarfi og öðru slíku. Það er þetta að benda á eitt dæmi þar sem við gengum út eftir mjög langa og ítarlega reynslu af nefndinni. Það var alltaf rúllað yfir okkur, það var aldrei tekið tillit til eins eða neins. Við komum svo sannarlega með lausnir þar en sem ekki var hlustað á. Varandi ímyndavinnuna, þá vil ég bara benda á, bara til dæmis eins og í fyrra, þegar við vorum með þessar ímyndaauglýsingar, mjög góðar, að örorka er ekki lífstíl eða val. Þetta getur komið fyrir alla og svo bara síðast að nefna það að fundurinn sem var haldinn þegar Alþingi kom saman núna í haust var hvatningarfundur
en ekki baráttufundur, bara svona til að halda þessu til haga. Annars legg ég bara í ykkar dóm, kæru félagar. Takk fyrir það. Þá göngum við til atkvæða. Þið merkið á kjörseðilinn, það eru 2 í framboði. Ef þið merkið við A, þá viljið það að Ellen Kalmón verði formaður Öryrkjabandalagsins. Ef þið merkið við B, þá viljið það að Guðmundur Magnússon verði formaður. Síðan munu starfsmenn safna þessu saman og við að lokum telja. Ég endurtek, það eru 2 í framboði. Atkvæði greitt Ellen á að krossa við A. Atkvæði greitt Guðmundi, þar á að krossa við B. Kannski biðja fólk að vera í salnum á meðan kosningu stendur. Kannski einmitt að biðja þessa, en biðja fólk að vera í salnum á meðan á kosningu stendur og talningu. Já, er einhver sem í pennavandræðum, vantar penna? Nú, ef einhver þarf aðstoð við að greiða atkvæði þá getur hann gefið starfsmönnum merki, en sýnist kosningu vera að ljúka. Starfsmenn munu nú safna saman atkvæðaseðlunum og fara hér í bakherbergi og telja. Annar fundarstjóri undirritaður mun fylgja þeim þangað og hafa eftirlit með þeirri talningu og síðan ég skil ykkur eftir í hennum góðu höndum Steinunnar og síðan komum við hér innan tíðar og tilkynnum úrslitin í formannskjörinu. Er einhver sem á eftir að skila kjörseðlum sínum? Það hér í horninu á eftir að safna saman kjörseðlum, kæru starfsmenn. Er núna einhver sem á eftir að skila kjörseðlunum? Guð hjálpi þér. Ef svo er ekki þá förum við í talningu. Það var allir kjörseðlar komnir og þau eru að ganga út.
við munum ekki halda áfram með kosningu í önnur embætti fyrir en sem sagt að lokinni þessari talningu og úrslit í formannskjörinu hafi verið kynnt. Þannig að ég ætla bara að gera örstutt hlé á fundinum að við getum farið og fengið okkur kaffi þangað til að þau eru búin að telja. Jæja, ágætu fundargestir, þá eru komin úrslit í formannskosningu Öryrkjabandalagsins. Skip bíða meðan fólk gengur inn í salinn. Níutíu og 8 atkvæði voru greidd og þau hafa fallið þannig: Guðmundur Magnússon 46, Ellen Kalmon 50, Auðir Sælar og ógildir 2. Þannig að ég lýsi því hér með yfir að Ellen Kalmon er rétt kjörinn formaður Öryrkjabandalags Íslands. Fyrirgefiði, ég bjóst bara svo við því að þú kemur hér og heldir ræðu að ég byrst forláts og hafa ekki boðið þér í pontu, en gjörðu svo vel. Takk kærlega Kolbeinn og þakka ykkur öllum sem að sýndu mér traust í þessari kosningu. Ég er bara verulega hrærð. Ég vil auðvitað þakka Guðmundi fyrir það starf sem hann hefur unnið. Ég veit að þetta er erfitt starf eins og ég sagði hérna áðan. Og ég veit líka að ég hlaut mjög og gera mér grein fyrir því að ég hlaut mjög tæpa kosningu. Það þýðir það að stór hluti ykkar eru heldur ekki viss að ég eigi að vera í þessu sæti. Það er mitt að vinna, traust ykkar allra og ég vona svo sannarlega að ég geti það. Þeir eru alltaf velkomin og það mun vera mitt fyrsta verk að reyna að hitta öll félögin á svona einstaklingssamtali. Ég þakka ykkur bara innilega, ég veit ekki hvað ég segi annað og enn og aftur takk Guðmundur og já, ég bara bjóst ekki við að standa hérna. Takk. Takk. Þá ætlum við að gefa Guðmundi Magnúsinni, fráfarandi formanni Öryrkjabandalagsins, orðið. Takk. Já, ég vil bara þakka þeim sem studdu mig, kærlega fyrir þann stuðning. Ég óska Ellen til hamingju með formannsinn og hérna ég bara vona að þetta gangi vera vel. Annað hef ég ekki með þetta að segja. Takk. Takk fyrir það. Þetta dagskráin hefur riðlast ansi mikið eins og þið hafið orðið vör við og riðlast enn frekar núna. þar sem að Ellen Kalmon hefur verið kjörinn formaður Öryrkjabandalagsins en gegndi áður embætti varaformanns. Þá þarf Öryrkjabandalagið nú að kjósa sér varaformann til 1 árs. Hér auglýst eftir framboðum í það embætti. Fyrirgefðu. Gjörðu svo vel, viljið ekki láta hann fá mikrofón? Það kannski lítur svolítið illa út, sko. Ég ætla að stinga upp á Halldóri Sævari. Fyrirgefðu, ég að grípa fram fyrir hendurna þér? Tillaga, fyrirgefðu. Ég stinga upp á Halldóri Sævari, það ekki vegna þess að hann skráður sem minn mótframbjóðandi. Hann var búinn að lýsa því að hann alltaf löngu búinn að taka þetta tilbaka, þannig að ég fyrirgefi honum þetta allt saman. En svona öllu ganni sleftu þá stingi ég upp á honum. Mjög hæfur maður. Jón Þorkelsson, formaður kjörnefndar, með tillögu að málsmeðferð eða að það kemur ljós. Ágætu félagar, þetta framboð til formanns setti kjörnefnd í svolítið erfiða stöðu. Því það er ekki hægt að tala við fólk og spurja hvort það ætla að bjóða sig fram ef hugsanlega kannski þá.
Þannig að við töluðum ekki við nokkurn mann þann möguleika að hinn sami myndi vilja bjóða sig fram til varaformanns ef Ellen skildi sigra eða segja af sér í kjölfar taps. Við gátum ekki tekið á svoleiðis hlutum. En við lögðum hausinn aðeins í bleyti og ákváðum að stinga upp á 3 nöfnum og skora á viðkomandi að gefa kost á sér í varaformannsembættið og taka þá slaginn í kosningum. Þau 3 nöfn sem við settum á lista eru Sveinn Guðmundsson frá SIBS, Gísli Helgason frá Blindravinafélaginu og Eydís K. Sveinbjarnardóttir frá Geðverndarfélaginu. Við skorum á þessa ágætu félagsmenn okkar að gefa kost á sér og taka slaginn. Takk. Það er þetta. Það er búið að biðja orðið hérna. Starfsmaður er vantilega leiðin til þín bara með, en fyrir ekki þú, konan við hliðina var búin að biðja orðið. Nú, jæja. Já, ég áttum að því. En svo að sé á hreinu að það er ekki verið að halda framboðsræðu, heldur er bara verið að hvort þú stingur upp á sjálfum eða einhverjum öðrum. Ég ætla að nota tæki fyrir að fá að kynna mig aðeins. Nei, það er ekki núna. Það er ekki núna? Nei, það er bara... Já, þá ætla ég bara stuttorður. Þeir sem verði í frambúði fá svo að kynna sig. Já, ég ætla þá að taka þessa tilnefningu og gef kost á mér í varaformanni. Er stungið upp á einhverjum eða... Já, stungið upp á sjálfur þér eða... Má ég koma aðeins í pontu? Já, en þó með sömu formerkjum. Sömu formerkjum, já. Ég ætlaði bara að segja við ykkur, ég heiti Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir og ég er formaður Geðverndarfélags Íslands og ég tek áskoruninni og fagna áskoruninni og ég held að við þurfum að æfa okkur hér að tala af auðmýkt. Takk. Halldór. Já, komið sæl. Halldór Sævar heiti ég og ég ætla að teka áskorun Gretar Péturs og gef kost á mér í varaformannin og mér er kannski miður ef við fáum ekki að kynna okkur örstutt fyrir fundamenn. Eins og ég sagði áðan, takk fyrir. Þá verður það þannig að þegar komið þeir á hreint hverjir verða í frambúði, þá munu þeir fá örlitla stund til að kynna sig. Það eru 3 búin að lýsa í frambúði, það var skorað á þann 4. Mér sýnist hann ekki verið í salnum, hann er farinn, þá væntanlega er hann ekki í frambúði, eru fleiri sem að gefa kost á sér í frambúð varaformanns Öryrkjabandalags Íslands. Svo er ekki. Gjörðu svo vel. Er eðlilegt þegar búið að stinga upp á einum aðalagi í frambúð að kjörnefndin lappi hér upp í pontu og stingi upp á einhverjum 3 öðrum? Er þetta? Já, það hafa allir málfrelsi og tillögufrelsi á þessum fundi, þannig að já, svarið við þeirri spurningu er já, það er eðlilegt. Afskaplega óheppilegt, takk. Það getur hver sem er komið upp og hingað og stungið upp á eins mörgum og viðkomandi vill. Þannig virkar málfrelsið og lýðræðið hér á öllum fundum. En þá er það orðið ljóst, hér með lýsi ég frambóðsfrest útrunnin, þannig að í frambóði til, við skulum bara leyfa að skrá þetta inn hérna. Ég ætla að biðja fólk þá ef einhverju frammi að koma inn og nú er kosning í gangi þannig að við lokum hér aftur fram að gang eða fer að fara í gang öllu heldur.
Jæja, ágætu fundargestir og starfsmenn eru til að loka hérna fram líka. Þá það samt komið á hreint. Það eru 3 í framboði til varaformanns Öryrkjabandalagsins. Það Eydís K. Sveinbjarnardóttir úr Geðvendafélagi Íslands, Halldór Sævar Guðbregsson frá Blindrafélaginu og Sveinn Guðmundsson SIBS. Nú munu þessir 3 frambjóðendur fá 2 mínútur hver til að kynna sig og sína áherslur og við förum bara eftir þessari stafrófsröð sem hér komin upp. Þannig að við bjóðum Eydísi K. Sveinbjarnardóttur velkomna fyrsta í pontu. Eins og ég sagði áðan þá þakka ég mjög fyrir þessa áskorun. Ég kom ekki á þennan fund til þess að verða varaformaður Öryrkjabandalags Íslands. Hins vegar kom ég á þennan fund til þess að styðja Ellenni í að verða formaður Öryrkjabandalags Íslands. Mér fannst umræðan fyrir hluta fundarins vera erfið. Mér fannst það erfitt að því að mér finnst þið þurfa að sýna auðmýkt. Ég kleppari, ég deildarstjóri á Kleppi og hef verið í geðvendamálum mjög lengi og unnið fyrir geðsjúka og mér finnst kannski hinn þögli meiri hluti hafa verið svolítið að vinna á hér í Öryrkjabandalaginu núna. Það hefur svolítið borið á því á fundunum okkar að það sé alltaf sama fólkið sem í pontu og orðræðan frekar þröng. Ég sammála Ellen að þessu þarf að breyta. Ég ánægð með drögin að stöðuskýrslunni og við þurfum bara að hittast meira á einstaklingsbundin hátt til þess að meta stöðuna. Ég sammála Ellen, það þarf að ræða við hvern og einn einasta formann og við þurfum að stunda nútíma fundar og vinnubrögð og ég held að það þurfi svolítið að breytast núna á næstunni. Það eitthvað sem heitir hópvinna, þar sem við vinnum saman að einhverju niðurstöðu. Ég hef mætt aðalstjórnarfundina síðan ég var formaður Geðvendafélagsins og ég man bara aldrei eftir að hafa verið spurð að því hvað mér finnst nokkuð skapaðan hlut. En ég vona að þið kjósið mig, ég held að við 2, Ellen og ég verðum mjög flottar saman í að breyta Öryrkjabandalaginu inn í nútíman. Takk. Þökkum Eydísi fyrir það. Þá næstur til að kynna sig frambjóðandi til varaformanns Halldór Sævar Guðbregsson frá Blindrafélaginu. Gjörðu svo vel, Halldór. Komið sæl, kæru félagar. Ég vil byrja á því að segja að ég kom ekki inn á þann fund hér til þess að bjóða mig fram í varaformann bandalagsins. Átti ekkert endilega vona að þessu staða kæmi upp. Ég vil byrja á því að óska Ellenni til hamingju með kjörið og leggja áherslu á að hér var lýðræðisleg atkvæðagreiðsla sem fór fram. En við þurfum að átta okkur á því að við skiptist eiginlega í 2 hópa hérna. Niðurstaðan var þannig. En okkur ber skylda til þess að vinna saman hvernig þessi kosning fór hér í dag. Og ég mun leggja áherslu á það, alveg sama hvort ég verið kosin hér og eftir sem varaformaður eða ekki, að vinna að sáttum. Menn vonandi þekkja mín störf. Ég tók við bandalaginu sem formaður á mjög erfiðum tímum og gaf ekki kost á mér aftur af persónulegum ástæðum. Þá var ég í veikindum, var að missa sjónina. Nú komin stað í það, hjá mér varandi það. Ég var blindur í september. Og einnig gaf ég ekki kost á mér af búsetu ástæðum. En ég starfa hjá þjónust- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, stofnunum með stuttanafnið, starfa þar sem ráðgjafi og starfa sem atvinnu- og endurhæfingarráðgjafi, virkniráðgjafi. En nú tími minn að vera búinn og ég ætla að virða
þau tímamörk sem fundastjóri hefur beðið en legg bara áherslu á alveg sama hvernig kosningarnar fara hér í dag, þá mun ég reyna að starfa fyrir bandalagið, bara einfallega það sem þið kjósið mig til þess að gera hverju sinni. Takk fyrir. Við þökkum Halldóri Sævari Guðbergsinni fyrir það og þá komið að þriðja frambjóðandanum til varaformanns Sveinn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég vil byrja á því að óska Ellen til hamingju með formannsembættið leið þakka Guðmundi fyrir margra ára starf. Þetta óeigingjarnt starf að taka þátt í svona félagsamtökum og það hvílir oft mikið á mönnum. En það fylgir því mikil ábyrgð að vera manneskja, segir góðvinnu minn, hann Gunnar Eyjálsson, skátafélagi minn til margra ára, og það fylgir líka mikil ábyrgð að reka bandalag, þar sem manneskja og hagur hennar í fyrirrúmi. Ég tek undir mörg þau sjónarmið sem hafa núna verið lögð fram í þeirri nefnd sem hefur lagt fram plögg. Ég tel að þurfa að móta stefnu í áherslu málum bandalagsins í forgangsmálum og tillögum að lausnum, breyta verklagi við hagsmunagæslu og hagsmunabaráttu, vinna að endurbótum á ímynd samtakana. Við verðum að horfa á okkur sem samstarfsaðila gagnvart kerfinu. Við erum ekki mótherjar, við erum að vinna með. Við erum að vinna með stjórnmálamönnum, ekki að móti þeim. Við erum ekki að hrópa hátt í fullri ósátt. Hvað mér sjálfan varðar, að þá starfa ég sem hæstaréttarlögmaður á eigin stofu með 6 lögmönnum og einum afbrotafræðingi. Ég er búinn að starfa í fjölda stjórnsýslustofnana sem formaður í nefndum, laganemndum og fleira. Og ég tel að störfin sem slík geti nýst bandalaginu til fulls, til framtíðar og tilbúin að leggja mína krafta hér fram. Ég þægilegur umgengni, þó kona mín sé ekki alveg sammála því öllu leyti, hvað var þar ég borðað mikið súkkulaði, labba og lítið og vinna allt og mikið. En ég tilbúin til að bæta þessu við mig og ég segi við verðum aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Áfram ÖBÍ. Við þökkum frambjóðendunum fyrir þetta. Það má segja þeim það öllum til hróss að þau stóðu og virtu öll tímamörk, þannig að hver sem verður kjörinn þá það aðili með gott tímaskinn. En nú munu starfsmenn dreifa kjörseðlum. Þið sjáið þá hér upp á vegg þeir sem að það geta, en þetta stafrófsröð, það eru 3 í framboði. A. Má ég biðja smá þögn? A. Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Geðverndarfélag Íslands. B. Halldór Sævar Guðbergsson, Blindrafélaginu. C. Sveinn Guðmundsson, SIBS. Ég mun lesa þetta nokkur sem yfir á meðan þið greiðið atkvæði og eins og áðan, ef einhver þarf aðstoð við að greiða atkvæði, það getur hann gefið merki og starfsmaður fundarins mun aðstoða viðkomandi. En atkvæði sem merkt A, kross við A, atkvæði greitt Eydísi K. Sveinbjarnardóttur frá Geðverndarfélagi Íslands. Kross við B atkvæði greitt Halldóri Sævari Guðbergssyni, Blindrafélaginu, og kross við C atkvæði greitt Sveini Guðmundsssyni, SIBS. Og hikið ekki við að kalla eftir aðstoð starfsmanns ef þörf á. Og ég endurtek þetta, hafið það farið fram hjá einhverjum, að merkiði við A, þá það að kjósa Eydísi K. Sveinbjarnardóttur sem varaformann ÖBÍ. Merkið við B, það að kjósa Halldór Sævar Guðbergsson frá Blindrafélaginu og merkiði við C, það að kjósa Svein Guðmundsson frá SIBS.
Jæja, er einhver sem hefur ekki lokið að greiða atkvæði þá biður viðkomandi að drífa í því. Því að nú munum starfsmenn safna saman atkvæðaseðlunum. Og af því að við Steinunn erum miklir jafnréttissinnar þá ætlar hún nú að fara með starfsmönnum í Bakarbergið og fylgjast með talningunni. Ég get og upplýst henni að súkkulaði sem varðar áðan er búið. Í síðasta kjörkassa kom miði fyrir kjötrétt. Nú er spurning hvað kemur í þessa. Eitthvað grænt og vænt, en er einhver sem á eftir að skila atkvæðaseðli sínum? Svo er ekki, þá fara starfsmenn hér í Bakarbergi og Steinunn fylgir þeim og við skulum bara rétta aðeins úr okkur á meðan þau telja og rölda fram og fá okkur kaffi. Jæja, gott fólk, nú myndi ég hérna koma inn í salin því það er búið að telja atkvæðin. Eru allir komnir inn í salin? Talin hafa verið atkvæði í kosningu til varaformanns. Útbyttum seðlar voru 97 og 97 seðlar skiluðu sér og atkvæði fjallu þannig að Eydís K. Sveinbjarnardóttir fékk 20 atkvæði, Sveinn Guðmundsson, SIBS, fékk 36 atkvæði og Halldór Sævar Guðbergsson Blindrafélaginu fékk 40 atkvæði. Einn seðill var auður. Ég lýsi því að Halldór Sævar Guðbergsson rétt kjörinn varaformann Öryrkjabandalags Íslands. Við förum þá áfram í næstu kosningu sem er kosning gjaldkera og ég ætla að gefa formanni kjörnefndar orðið. Gjörðu svo vel. Nú á þeim pappirum sem þið hafið í höndunum þá eru tveir til framboðs til gjaldkera, Grétar Pétur Geirsson frá Sjálfsbjörgu og síðan nýkjörinn varaformaður Halldór Sævar Guðbergsson. Hann var reynda búinn að draga það framboð tilbaka og ég reikna fastlega með því að hann dragi það ekki tilbaka. Þannig að sem stendur er Grétar Pétur einn í framboði. Takk. Þá lýsum við eftir framboði úr sal. Ekkert kemur. Þá er sjálfkjörið í embætti gjaldkera. Grétar Pétur Geirsson er þá gjaldkeri rétt kjörinn til 2 ára. Þá við erum hér eins og Jójó, en þá býð ég Jón aftur velkomin í pontu. Nú erum við í boði 2 embætti meðstjórnenda til 2 ára og þeir sem að bjóða sig fram eru Klara Geirsdóttir, félagi CP á Íslandi,
Brynhildur Artúrsdóttir Laufi, félagi Flóaveikra, Ægir Lúðvíksson, MND, félagi Íslands, og ég rekna fastlega með að Halldór Sævar gefa ekki kost á sér í þetta embætti. Takk. Þá lýsum við eftir framboði úr sal til, við erum að kjósa 2 meðstjórnendur til 2 ára. Fyrirgefðu. Þú áttar, viljið koma með mikrofón hér út í horn? Já, góðan daginn, ég heiti Auður SBS. Ég sting upp á Sveini Guðmundssoni sem frambjóðanda í meðstjórnanda. Tekur Sveinn þeirri áskorun? Já, ég tek því. Ég líka flottur. Eru fleiri uppástungur utan á sal? Svo ekki. Þá eru 4 í framboði í embætti meðstjórnenda til 2 ára, aðeins 2 verða kjörnir. Við erum að kjósa á milli þessara 4. Og það eru, skulum koma þessu hér í stafrófsröð og svo allt verði rétt og biðja starfsmennum að dreifa kjörseðlum. Klara er að biðja orðið. Já, það mun... Já, hann ef að leyfa þeim að kynna sig. Jú, er það ekki sjálfsagt? Mínúta á mann. Mínúta á mann. Fundarstjórar ætla að leyfa meðstjórnendum að kynna sig í 1 mínútu á mann og við byrjum á þeirri sem er fremst í stafrófinu og merkt sem A, Brynhildur Artúrsdóttir frá Lauf, félagi Flóaveikra. Gjör svo vel. Já, komið sæl, ágætu fundarstjórar og aðri fundamenn. Já, ég heiti Brynhildur Artúrsdóttir og kem frá Lauf, félagi Flóaveikra. Ég hef starfað í 1 ár í framkvæmdastjórn og á þeim tíma hef ég náttúrulega öðlast dýrmæta reynslu og þekkingu á mörgum af þeim fjölmörgu málum sem að tilheyra Öryrkjabandalaginu og finnst ég bara víðsýnni og bara betri manneskja eftir að hafa starfað þetta ár í framkvæmdastjórn. Ég rek barnaverndarúrræði fyrir Reykjavíkurborg og hjá mér unglingar, svo ég kynni aðeins sjálfa mig og fyrir hvað ég stend. Ég er svolítið svona, alltaf með jákvæðinina alveg reynd á fundum, alltaf að tala mann álgast alla hluti út frá jákvæðinni og samvinnu og ég hef svo mikla trú á einstaklingnum og fólkinu sem ég er að vinna með og allir séu alltaf að gera sitt besta. Ég veit ekki, og þessi lausna miðaða hugsun mín að já, þá er tíminn búinn. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Gaman þegar fólk bregst svona hratt við þegar fundarstjóri segir að tíminn sé búinn. En næst er Klara Geirsdóttir, CP-félaginu. Gjör svo vel.
Ágætu fundarstjórar og aðri fundamenn, takk fyrir að leiða mér að koma inn upp og segja hver ég er. Ég er sem sagt, Klara Geirsdóttir, eins og fram hefur komið hér áður. Ég starfa við það að vera móðir og það er alveg fullt starf hjá mér. Til þess að skýra það eins út, að þá er drengurinn minn með CP, þannig að þess vegna er ég í CP-félaginu. Hann er enda líka ofvirkur með athyglisbrest, sóraðasis og heyrnarskertur og sjónskertur og allt þetta sko. En það veitir mér bara meiri þekkingu og það veitir mér betri innsýn inn í líf annara. Og ég er búin að vera í framkvæmdastjórninni í 2 ár og ég vil gjarnan fá að vera lengur vegna þess að það eru mörg verkefni sem við erum að vinna að sem að ég tel að ég geti komið áfram og sé góð í því. Ég hef verið fundarstjóri og tímavörður og framkvæmdastjórnarfundum þannig að ansi margir þekkja mig kannski sem herfuna með klukkuna og þá er tíminn minn búinn. Bara takk fyrir. Takk fyrir það. Sveinn Guðmundsson, SIBS, gjör svo vel. Kæru félagar, ég ætla nú ekki að bæta við sem ég sagði áðan en mér langar samt að afhenda hérna skjal sem við fundum þegar við vorum að útbúa sögu SIBS og þetta er hérna afrita frumskjali en þetta er það þegar að Samband íslenskra berklasjúklinga tók það ákvörðun 21. október eftir nákvæmlega 2 daga hérna frá að leggja til sem segir hérna á fundi sambandsstjórnar SIBS sem haldin var 20. þessa mánaðar var borin fram og samþykkt til að þess að kosin skildi 5 nefnd til að athuga möguleika á stofnun allsherra bandalags öryrkja félags. Þetta er aldrei söguleg skjal. Mér langar bara að láta ykkur hafa þetta hérna á panelinum, þannig að hafi þetta hérna í reyndar ekki frumriti en afriti, en ég bara vísi þess að ég sagði það áður. Við verðum að standa öll saman og verðum aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Áfram upp í. Takk fyrir og við munum koma þessu skjali til ritara fundarins til þess að koma þessu síðan áfram til varðveislu. En næstur er Lúðvík Ægisson. Já, hérna er farið að síga á seinni hlutan. Mér heyrist það hjá mér allavega. Ægir Lúðvíksson, MND félag Íslands. Ég held að þetta bakk upp. Ég ætla að byrja á því að óska nýkjörnu formanni og nýkjörnu varaformanni til hamingju með embættið. Örlítið mig, ég er ekkill, ég á 3 börn, ég á 3 barnabörn. Ég bý á Selfossi. Og ekki meina það, ég vinn í Orkuveitu Reykjavíkur. Nú, ég er búin að vera virkur í öryrkjabandalagi sem varamaður í framkvæmdastjórn í 1 ár og hef lært afskaplega mikið og sem varamaður hef ég verið að mínum hætti mjög virkur. Nú, mín framtíðarsýn í málefnum bandalagsins eru eins og hefur komið hérna fram á fundunum, það er að vinna með þær upplýsingar sem við fengum á skoðanakönnunni og verkefninu og bæta ímynd og ásýnd bandalagsins með það. Síðan er á næstu árum sé ég, það er varðandi innleiðingun á samningu Sameinuðu þjóðanna sem verður mikið verkefni, mjög þarft málefni og eins yfirfærsla málaflokkins til sveitarfélagana. Það er líka mjög brýnt. Takk. Við þökkum frambjóðendum fyrir þessa kynningu. Þá vil ég biðja starfsmennum að útdeila búin að deila út atkvæðaseðlum. Er einhver hér inni sem ég kemur þá eftir, fyrst vil ég koma að þessu, vantar einhvern inn í kjörseðil? Ef það eru aukaseðlar þá hefur einhver fulltrúi yfirgefið, en er einhver hér sem vantar kjörseðil? Svo er ekki, þá eru rétt að taka það fram að það eru 2 í kjöri af 4 og þið verða að merkja við 2 á seðlinum. Þetta eru A. Brynhildur Artúrsdóttir, Laufi félagi Flogaveikra, B. Klara Geirsdóttir, CP félaginu, C. Sveinn Guðmundsson, SIBS, D.
Ægir Lúðvíksson, MND félaginu á Íslandi. Ítrekað þarf að merkja við 2, hvorki fleiri né færri, annars seðillinn ógildur. Atkvæði merkt A eða kross við A atkvæði greitt Brynhildi Artúrsdóttur. Kross við B atkvæði greitt Klöru Geirsdóttur. Kross við C atkvæði greitt Sveini Guðmundsinni og kross við D atkvæði greitt Ægi Lúðvíksinni. Og ítrekka það merkja við 2. Við erum að kjósa 2 meðstjórnendur. Ég held að starfsmenn geti bara farið að, og en já, ítrekka það eins og áðan, að vanta einhvern aðstoð, þá þarf hann bara rétt upp hönd. En ég held ég byrði starfsmenn bara að fara að safna seðlunum saman. Einhver sem á eftir að skila inn kjörseðlunum sínum? Einn þarna, nú ætla ég að fá að fara með og fylgjast með talningu og bara eins og þið þekki hvernig þetta þið getið tekið smá pásu af fundastörum á meðan við teljum. Já, ágætu fundargestir, þá komin niðurstaða í þessa kosningu til 2 meðstjórnenda. Það voru greidd 96 atkvæði, 1 seðill var ógildur. Atkvæði féllu þannig: Brynhildur Artúrsdóttir 41, Klara Geirsdóttir 55, Sveinn Guðmundsson 57, Ægir Lúðvíksson 37. Þannig að Klara Geirsdóttir og Sveinn Guðmundsson eru rétt kjörnir meðstjórnendur til 2 ára. Og gef ég þá aftur Jóni Þorkelssyni, formanni kjörnefndar, orðið. Þá komið að kosningu 3 varamanna í framkvæmdastjórn og við bjóðum upp á 3 nöfn. Það Hjördís Anna Haraldsdóttir, félagi heyrnarlausra, Ægir Lúðvíksson, MND félagi Íslands og Karl Þorstinsson, Ás styrktarfélagi. Takk. Þá lýsum við eftir frambóðum, utan á sal. Þau eru engin og þá lýsast þau rétt kjörin. Hjördís Anna Haraldsdóttir, Ægir Lúðvíksson og Karl Þorstinsson rétt kjörin varamenn til 1 árs. Þá býð ég Jón Þorkelsson hingað aftur. Við getum verið að tróða upp einhvers staðar þar sem við svona birtumst hverfum á víxl. Þá eru kosið skoðunarmenn eða kjörna endurskoðendur ársreikninga Öryrkjabandalagsins fyrir næsta ár og þau sem hafa gegnt þessu starfi undanfarin ár, Daniel G. Björnsson Heyrnarhjálp og Fríða Bragadóttir Laufi félagi Flogaveikra, gefa bæði kost á sér áfram.
þá lýsuð eftir frambóðum utan úr sal. Þau berast ekki, þá teljast þau rétt kjörin skoðanamenn. Þá það kosning 5 manna kjörnefndar, já fyrirgeðu, það laganefndar, ok, það öfugt á listanum, en þá það kosning 5 manna laganefndar. Áður en ég les upp þau nöfn sem á lista hjá okkur fyrir laganefnd, langar mig til þess að vekja athygli nýrrar laganefndar á því að í lögum Öryrkjabandalagsins mjög illa skilgreint hlutverk kjörnefndar. Strangt til tekið okkur aðeins skylt að tilnefna nöfn í framkvæmdastjórn. Okkur ekki samkvæmt lögunum eins og þau í dag skylt að tilnefna neina aðra. Hins vegar hefur skapast þetta venja eða hefð, þannig að við höldum áfram og þeir sem gefa kost á sér í laganefnd fyrir starfsárið 2013-14 Ólína Sveinsdóttir Parkinson samtökunum. Hún svo eina sem var í laganefndinni fyrir. Aðrir sem gefa kost á sér Dóra Ingvadóttir Gigtarfélagi Íslands, Halldóra Ingvadóttir held ég hún heitir hún reynda fulla nafni. Það Ingveldur Jónsdóttir MS-félaginu, Ingi Hans Ágústsson HVF Íslandi og Arnar Helgi Lárusson sem samtökunum. Takk. Og við óskum eftir frambúðum utan á sal og það þegar borist eitt frambúð því að Svavar Kjarval býður sig fram í laganefnd Öryrkjabandalagsins. Svavar Kjarval einhverfusamtökunum býður sig einnig fram í laganefnd Öryrkjabandalagsins. Það 6 í kjöri, aðeins 5 gjaldgengir, þannig að við þurfum að kjósa. Fyrirgefðu og þú heitir Arnar Helgi Lárusson, dregur framboð sér tilbaka. Fleiri sem gefa kost að sér utan á sal? Fyrirgefðu. Hvað segir Sigurjón Einarsson það? Hann tekur því, þá fyrirgefðu, já, þetta, að því að þetta allt tekið upp, þetta þarf alltaf að fara í gegnum mikrofóni, við byrjum ykkur að virða það, þó þið ykkur liggja á að fá orðið, þá þurfum við að bíða eftir mikrofónunum. Ég stíku upp á Sigurjón Einarssoni í laganefnd. Takk fyrir að endurtaka þetta fyrir mikrofónin. Og hvað segir Sigurjón við því? Ég tek því. Þá 6 í kjöri fyrir laganefnd í þessar 5 lausu stöður. Þannig að við verðum að kjósa á milli og ég verð að biðja starfsmenn fundarins að dreifa atkvæðaseðlum. Jæja, þá starfsmenn að dreifa kjörseðlum. Afsakið. Já, ég glemdi að taka það fram hér áðan að biðja fólk að láta starfsmenn vita ef það yfirgefur fundin meðan á kosningu stendur. Það nú svo sem ekki mikið eftir af þeim. En ef þið gerir það, þá væri ágætt ef þið létu starfsmenn vita. Það einfaldar alla talningu varðandi atkvæðaseðlana. En í framboði til laganefndar Öryrkjabandalagsins 2013-14 Dóra Ingvadóttir, Gigtarfélagi Íslands, Dóra Ingvadóttir, Gigtarfélagi Íslands,
B. Ingi Hans Ágússon, HIVF Ísland. C. Ingveldur Jónsdóttir, MS Félagi Íslands. D. Ólína Sveinsdóttir, Parkinsons samtökunum. E. Sigurjón Einarsson, SIBS. F. Svavar Kjarval, Einhverfu samtökunum. Og ég ítreka það að þetta eins og þegar vorum að kjósa 2 meðstjórnendur áðan, hér þarf að merkja við 5 einstaklinga. Fyrirgeði. Jó, ég held að við allavega byggjum fólk að standa upp í bara þessari röð. Dóra Ingvadóttir. Þú ert hér. Ingi Hans Ágússon. Ingveldur Jónsdóttir. Já, ég byrðist forláts og að vera að byrja fólk að standa hér upp. Það er ekki hérna kannski akkurat það sem ég átt að segja, en ég byrðist forláts. Svona er að kunna að skamma sín. Ólína Sveinsdóttir. Sigurjón Einarsson. Og Svavar Kjarval. Ég ítreka það að til að atkvæðaseðill verði gildur þá þarf að merkja við 5 einstaklinga. Hvorki fleirin færri, annars er atkvæðaseðillinn ógildur. Og atkvæðamert A er fyrir Dóru Ingvadóttur, Gigtafélagi Íslands. Merking við B er atkvæði greitt Inga Hans Ágússyni, HIVF Ísland. Merking við C er atkvæði greitt Ingveldur Jónsdóttur, MS Félagi Íslands. Merking við D er atkvæði greitt Parkinsons samtökunum. Merking við E er atkvæði greitt Sigurjóni Einarsinni, SIBS. Og merking við F er atkvæði greitt Svavari Kjarval, Einhverfu samtökunum. A er Dóra Ingvadóttir, B. Ingi Hans Ágússon, C. Ingveldur Jónsdóttir, D. Ólína Sveinsdóttir, E. Sigurjón Einarsson, F. Svavar Kjarval. Og líkt og áður þá gefa mig merki að þau þurfa aðstóð, en ég held að starfsmenn geti farið að safna saman atkvæðaseðlunum. Eru einhverjir sem hefur eftir að skila kjörseðlum? Það er á leiðinni til ykkar, það er hérna. Er einhverjir núna sem hefur eftir að skila kjörseðlum? Svo er ekki, þá ætla starfsmenn að fara hér í bakherbergið og Steinunn Þór ætlar að fylgja þeim og þið vitið hvernig þetta virkar. Nú gerum við hlé á hefðbundum fundastörfum.
Ágætu fundagestir. Ég byrst forláts á þessum dauða tíma sem algjörlega og eingöngu mér að kenna. Það búið að benda mér á villumins vegar, auðvitað hefðu við átt að nýta þennan tíma til að fara bara að ræða ályktanir. En ég vildi að mér hefði verið bent á það fyrr því að ég var ekki nógu klókur til að kveikja á því. En við skulum bara hefja leik og fara í ályktanirnar. Ég á kassalagi hugsun, ég fór bara eftir dagskránni. Það voru sendar út með fundargögnum 2 ályktanir. Annars vegar ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 19. október 2013 kjaramál og hins vegar kostnað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Við ætlum að hafa þann háttinn á að ég les hér, við tökum fyrst kjaramál, ég ætla að lesa ályktunina og svo ætlar Guðmundur Magnússon að gera grein fyrir ályktuninni. Og tökum eina í einu bara. Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 19. október 2013 kjaramál. Afsakið. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 19. október 2013 hvetur stjórnvöld til að gera áætlun hvernig brúa megi þá launagliðnun sem orðið hefur á kjörum lífeyrisþega samanborið við lægstu laun á vinnumarkaði frá efnahagshruni. Frá 2008 hafa lægstu laun hækkað nær 2-falt á við örorkulífeyri. Bandalagið lýsir sig reiðubúið að koma að þeirri áætlunargerð með stjórnvöldum þannig að hún liggi fyrir við samþykkt fjárlagafrumvarps ársins 2014. Nú mun Guðmundur Magnússon gera grein fyrir þessa ályktun. Ekki mér? Jú. Já, þetta var ákveðið framkvæmdastjórn ákveða að vera með 2 ályktanir. Þú stundum verið alveg fjölmargar ályktanir en það var ákveðið að leggja bara áherslu á 2. Reyndar ætla ég svo að leggja ásamt félögum mínu 2 til viðbótar 3. ályktunin en það kemur seinna. En þetta er mjög mikilvægt, þetta er kjaramálin og eins og þið sjáið í gögnunum ykkar að þá er vitnað þarna til talnakonunnar þróun bóta Tryggingastofnunar ríkisins til öryrkja frá 2008 til 2013 sem sýnir að bætur almannatrygginga hafa hvorki náð að halda yfir verðlagshækkanir, almenna launaþróun, né hækkanir en lægstu launa og er munurinn gríðarlegur. Bilið stöðugt að breikka. Til að mynda hafa lægstu laun á vinnumarkaði hækkað 54,3% á þessu tímabili en örorkulífeyririnn 29%. Munurinn er rúmlega 25%. Lægstu laun hafa því hækkað nær 2-falt meira en lífeyrir á tímabilinu. Þá hafa ýmis tekjuviðmið verið fryst frá sama tíma sem hefur leitt til þess að þær hækkanir á bótum sem þó hafa orðið hafa ekki skilað sér til allra og þar af leiðandi aukið bilið enn frekar. Viðeigandi lífskjör eru sjálfsögð mannréttindi eins og framkemur í 28. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem Ísland undirritaði árið 2007. Með undirritun hans viðurkenna aðildarríkin rétt fatlaðs fólks og fjölskyldna þess til viðunandi og sífellt batnandi lífsskilyrða og að gera viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að því að þessi réttur verði tryggður án mismununar vegna fötlunar. Ekkert okkur án okkar. Þetta er sem sagt önnur ályktunin og er ekki bara rétt að ræða hana bara fyrst, taka hverja fyrir sig. Já, við þökkum Guðmundur fyrir. Orðið er þá laust þessa ályktun kjaramál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, þannig að við börum hana þá upp. Þið annarkvort gefið merkið það. Hún er þá samþykkt samhljóða. Þá er það ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 19. október 2013 kostnað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 19. október 2013 lýsir þungum áhyggjum yfir auknum álögum á sjúklinga í heilbrigðiskerfinu eins og boðað í fjárlagafrumvarpi 2014. Greiðslu þáttaka fólks í heilbrigðiskerfinu hefur farið vaxandi á undanförnum árum og er nauðsynlegt að snúa þeirri þróun við.
Til að tryggja jafnan rétt fólks til heilbrigðisþjónustu óháð efnahag hvetur ÖBÍ stjórnvöld til að setja þak á útgjöld sjúklinga í heilbrigðiskerfinu, það er að segja læknis- og lyfjakostnað, komugjöld, rannsóknir, hjálpartækjakostnað, sjúkraþjálfun og skylda þjónustu. Og Guðmundur Magnússon ætlar að gera grein fyrir þessa ályktun. Frá árinu 2008 hafa lífeyrisþegar orðið fyrir verulegum tekjuskerðingum á sama tíma og verðlag á ýmsum nauðsynjum hefur hækkað umtalsvert. Þessi staðreynd hefur aukið fátækt hjá þeim sem þurfa að reiða sig á velferðarkerfið og greiðsluþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hefur farið vaxandi og hlutfallslega mest hjá öryrkjum, ellilífeyrisþegum og atvinnulausum eins og framkom í fréttum reyndar RÚV þann 28. janúar síðastliðinn. Dæmi það að alltaf 75% hækkun á einstökum útgjaldalið og þá hafa ýmis tekjuviðmið ekki fylgt hækkun bóta sem hefur gert það að verkum að margt fólk sem átti rétt á félagslegum uppbótarflokkum fær þá ekki lengur eða hefur orðið fyrir lækkun af þeim sökum. Má hér nefna sérstaklega uppbót vegna mikils lyfja og lækniskostnaðar. Svona innan sviga þá hérna veiti til þess dæmi að þessar kannski 2.000 króna hækkun á kjörunum hefur leitt til 18.000 króna hækkun á útgjöldum. Sífellt fleiri hafa þurft að neita sér nauðsynlega læknisþjónustu og það einkum fólk sem býr við þröngan fjárhag. Hlutfall þeirra sem í þessari stöðu hér á landi margfalt hærra samanborið við önnur Norðurlönd og hærra en meðaltal ESB. Þessi staðreynd sýnir hve mikilvægt að þak verði sett á allan heilbrigðiskostnað, ekki bara lyfjakostnað. Í fjárlögum ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2014 gert ráð fyrir að álögur á sjúklinga muni aukast enn frekar. Innheimt á legugjöld og komugjöld á heilsugæslustöðvar muni hækka. Þá mun kostnaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu aukast enn meira með hækkun á öðrum útgjaldalið eða skerðingum og réttindum. Brýnt að snúa þessari þróun við eins og forsætisráðherra boðaði í kvöldfréttum RÚV þann 25. maí síðastliðinn. Þá tilkynnti hann að forgangsraða ætti í þágu velferðar og spara á móti annars staðar í ríkisrekstrinum. ÖBÍ lýsir sér reiðubúið til samstarfs við ríkisstjórnina mögulega lausnir varða útfærslu á greiðsluþakinu. Ekkert okkur án okkar. Og þá orðið laust þessa ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands kostnað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Þetta svo þriðja frá okkur þessum trefur. Fundarstjórar, góðir fundagestir. Ég vil byrja á því að óska þeim sem eru búin að ná kjöri hér til hamingju með það. Ég heiti Sigurjón Einarsson og valdandi þess að það þetta hlé hérna á fundinum út af kosningum. Því miður, hefði betur ekki verið að gefa kost á mér. En ég vil aðeins tala þessa tillögu og ég hefði kannski gjarna viljað sjá aðeins ferskara orðalag á þessu. Sem sagt, málefnalega ég alveg mjög vel hlynntur henni, en ég hefði gjarna viljað að það væri kannski meira kannski verið að við í ályktunum væri meira að tala þetta að það var hér umræða alls ekki fyrir cirka mánuði síðan að það væri orðin eitthvað samstaða á þinginu og ég held að væri við kannski að reyna að koma því inn í ályktununa að við hvettum þingmenn til að standa við þau, ég veit ekki alveg hvort það voru heit, en allavega var það eitthvað sem við héldum að væri að gerast, að menn ætla að vinna betur saman af akkurat kannski þessum þætti í fjárlögunum. Fleiri sem vilja taka til máls þessa ályktun?
ef við ekki bara klára umræðinu, þetta er aldrei vont að slíta hana í sundur og fleiri hafa ekki hvert sem ljós, er þetta að gera efnislega breytingartillögu á ályktuninni? Sigurjón? Nei. Ok. Þá er hún borin hér upp til atkvæða. Svo ljóðandi aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 19. október 2013 lýsir þungum áhyggjum yfir auknum álögum og sjúklinga í heilbrigðiskerfinu eins og boðað í fjárlagafrumvarpi 2014. Greiðsluþátttaka fólks í heilbrigðiskerfinu hefur farið vaxandi á undanförnum árum og er nauðsynlegt að snúa þeirri þróun við. Til að tryggja jafnan rétt fólks til heilbrigðisþjónustu óháð efnahag hvetur ÖBÍ stjórnvöld til að setja þak á útgjöld sjúklinga í heilbrigðiskerfinu, þar að segja læknis- og lyfjakostnað, komugjöld, rannsóknir, hjálpartækjakostnað, sjúkraþjálfun og skylda þjónustu. Þeir sem að samþykja þessa ályktun gefum það merki sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt samhljóða. Þá skulum við gefa Steinunni orðið með úrslit kosninga í laganefnd. Já, við erum búin að telja atkvæðin í kosningu í laganefnd. Það voru 92 sem að greiddu atkvæði. Auðir seðlar voru 4 og úrslitin eru eftirfarandi. Sigurjón Einarsson fékk 46 atkvæði. Svavar Kjarval fékk 68 atkvæði, Ingi Hans Ágústsson hlaut 76 atkvæði, Dóra Ingvadóttir fékk 83 atkvæði, Ingveldur Jónsdóttir fékk 87 atkvæði og Ólína Sveinsdóttir fékk 87 atkvæði. Svo rétt kjörin í laganefnd eru nú treysti ég mér valli að lesa þetta upp í réttri röð. Dóra Ingvadóttir, Gigtafélagi Íslands, Ingi Hans Ágústsson, HVF Ísland, Ingveldur Jónsdóttir, MS Félagi Ísland, Ólína Sveinsdóttir, Parkinson samtökunum og Svavar Kjarval einhverfu samtökunum. Þá skulum við halda áfram kosningum. Ég verð að játa mér þetta miklu skemmtilegur og hoppa svona fram og tilbaka í dagskránni. En þið sjáuð að við höfum ekkert sparað mikinn tíma. Ég vona að þið sjáuð aumur á mér fyrir þessa yfirsjón. En það er einar kosningar eftir. Það er kosning í kjörnefnd. Já, við klárum kosningarnar, það eru undan. Það er kosning í kjörnefnd og þá gef ég Jóni aftur orðið. Nú áður en ég les upp þau nöfnin þeirra aðila sem gefa kost á sér í kjörnefnd fyrir næsta starfsár. Þá langar mig til að segja það að kjörnefnd hefur reynt að vanda til verka eins og kostur hefur verið. Samt sem áður kom það okkur mikið á óvart og nánast ég sett okkur úr jafnvægi að hann Guðjón skildi kveðja sér hljóðs og hrósa okkur. Við höfum ekki kannski að venjast í. Grétar Pétur kippt okkur svo aðeins niður á jörðina seinna mér. Það var bara ágætt. Við verðum þá í jarðsambandi áfram. En kjörnefnd eins og hún var skipuð fyrir þennan aðalfund samanstóð af Alberti Ingasinni frá Spóex, Dagníu Ernu Lárusdóttur frá SIBS, mér sjálfum frá Stómasamtökum Íslands, Sigurbjörg Ármannsdóttur frá MS-félaginu og Sigurði Rúnari Sigurjónssoni frá SIBS. Og okkur finnst svo gaman að vinna saman að við gefum kost á okkur til áframhaldandi setu öll sem eitt. Takk fyrir þessu. Og við þökkum Jóni fyrir það og við köllum eftir því hvort það séu frambóð utan úr sal. Svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin til áframhaldandi setu í kjörnefnd. Þá er komið að þriðju og síðustu ályktuninni sem liggur fyrir þessum fundi.
Hún lögð fram af Guðmundi Magnúsinni, Arnari Helga Lárusinni og Grétari Pétri Gersinni. Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 19. október 2013 notendastýrða persónulega aðstoð. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands, ÖBÍ, haldinn 19. október 2013 lýsir ánægju sinni með tilraunaverkefni notendastýrða persónulega aðstoð, NPA, sem nú farið af stað í flestum sveitarfélögum. Gleðiefni að hópur fatlaðs fólks hafi öðlast mikið frelsi með þessu nýja formi aðstoðar og þar með getað aukið þáttöku sína í samfélaginu. Hins vegar hefur Öryrkjabandalagið þungar áhyggjur af stöðu verkefnisins og gerir þá kröfu til stjórnvalda að þau standi við áætlaða tímasetningu varðandi NPA og eigi náið samstarf við bandalagið. Og Guðmundur Magnússon mun nú gera grein fyrir þessari ályktun. Já, sem sagt í 4. kafla ákvæðis til bráðabirgða í lögum málefni fatlaðs fólks númer 59 frá 1992 kemur fram að ráðherra skuli eigi síðar en í árslok 2014 leggja fram frumvarp til laga að NPA verði lögfest sem eitt meginform þjónustu við fatlað fólk og efni til frumvarpsins skuli meðal annars taka mið af reynslu tilraunaverkefnisins. Verkefnisstjórn til að móta ramma fyrirkomulag NPA vann vel undir forystu þáverandi formanns. Frá því að nýr ráðherra tók við störfum í ráðuneytinu hafa engir fundir verið haldnir. Nýr formaður var skipaður í verkefnisstjórnina sem hefur tímabundið hlutverk og líður senn að starfslokum hennar. Á málþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga NPA þann 2. október 2013 kom fram tillaga að fresta lögfestingu NPA þrátt fyrir að bráðabirgðaákvæði í lögum segir til annað. Þetta ástand hefur skapað mikla óvissu hjá fötluðu fólki sem hefur fengið NPA og fjölmörgum notendum sem bíða eftir að fá aðgang að þessu nýja formi aðstoðar. Að mati Öryrkjabandalags Íslands hér alvarlegt mál að ræða. Til dæmis fékk lítill hluti þess hóp sem sótti að taka þátt í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar jákvætt svar þar Ráðamenn verða að gera sig grein fyrir því að hér mannréttindamál að ræða og má í því sambandi vísa í 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem fjallar rétt alls fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs. Ekkert okkur án okkar. Þá orðið laust þessa ályktun aðalfundar notendastýrða persónulega aðstoð. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þið verða að passa ykkur að hreyfa ekki henduna mikið þegar að horfa svona. Ég var vís með að neyða ykkur í pontu. En þá bara gengið fyrirgefðu. Lengi von á einum. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, góða fundarmenn. Ég lofaði að tala hérna klukkan 5. En þessi ályktun, ég efnislega algjörlega sammálanni, en í greinargerðinni atriði þetta sem ég get ekki verið sammála, það að segja þessi það að hafa verið skipt formanni þessari nefnd, vegna þess að ég held að það sé liður í því og það eðlilegt að mínum mati að ríkjandi stjórnvöld hafi formennsku í þeim nefndum, í nefndum sem vegum hins opinbera og ég einhvern veginn þegar þessi ályktun var send frá Öryrkjabandalaginu sem að mínu held ég dálítið undir, þá ég horfði einhvern veginn þannig að Guðmundur Steingrímsson hafði unnið mjög gott verk sem nefndarformaður þá, og ég hafði ekki trúið að hann myndi hætta að vinna með okkur, þó hann ekki formaður í nefndinu lengur. Þannig að ég fannst þetta kannski ekki bara og þannig að ég varandi þetta, en efnislega ég algjörlega sammála. Þetta mjög gott mál og mjög þarft mál, NPA. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls ályktunina? Ellen, gjörðu svo vel. Komið sæl, ég vil taka undir þetta sem Ægir var að segja varandi formannsskiptin þarna. Það auðvitað ekki lægi að segja að það hefur ekki verið haldinn fundur í nefndinni, en við þekkjum það, fólk langan tíma að funda.
En ég bara samúlagi, ég vil bara, ef einhver getur komið betri tillögu að orðalagi þarna, annars þetta bara þarft mál. Takk. Fleiri taka til máls, vilja tillögu höfundar á einhvern hátt bregðast við þessu. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Halló. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt að þetta sé þarna inni. Guðmundur var ekki flokksfélagi fyrrverandi ráðherra. Þannig að þetta var ekki auk þess að hann var hvatamaður að þessu í þinginu. Hann fekk alla með sér, alla flokksmenn með sér. Þetta var þingsályktun sem hann setti fram, sem var samþykkt af öllum flokkum á Alþingi. Þannig að þetta var ekki neitt sérflokksmál, alls ekki. Þess vegna var þetta mjög bagalegt að núna á lokasprettinum, það aðeins 1 ár eftir að klára þetta mál. Að þá sé að vera að skipta og þar að auki þá settur þarna maður sem hefur ekki notið traust hvorki okkar eða mjög margra félaga Öryrkjabandalagsins. Þannig að þetta mjög svona einkennileg ráðstöfun sem þarna er gerð. Takk fyrir það. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þessa ályktun? Gjörðu svo vel. Já, það starfsmaður á leiðinni til þín. Góða kvöldið, það nú vil að líða því. Hannes Þórsson heiti ég, félag nýtnarsjúkra. Ég bara með eina spurningu, hver nýji formaðurinn? Ég sér nefnd. Takk fyrir. Þór Þórarinsson. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs. Þór Þórarinsson, starfsmaður í ráðuneytinu. Formleg breytingatillaga þessa tillögu? Svo ekki, þá hún borin fram eins og ég las hana. Ég ætla að lesa tillögun aftur, greinargerðin, ég held að við þurfum ekki að lesa hann aftur. Tillagan hljóðar svo: ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 19. október 2013 notendastýrða persónulega aðstoð. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands, ÖBÍ, haldinn 19. október 2013, lýsir ánægju sinni með tilraunaverkefni notendastýrða persónulega aðstoð, NPA, sem nú farið af stað í flestum sveitarfélögum. Gleðiefni að hópur fatlaðs fólks hafi öðlast mikið frelsi með þessu nýja formi aðstoðar og þar með geta aukið þáttöku sína í samfélaginu. Hins vegar hefur Öryrkjabandalagið þungar áhyggjur af stöðu verkefnisins og gerir þá kröfu til stjórnvalda að þau standi við áætlaða tímasetningu varðandi NPA og eigi náið samstarf við bandalagið. Þeir sem samþykkir eru þessari ályktun gefum það merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt samhljóða. Hér á dagskránni kaffihlé. Ég þó ekki það kassalagi hugsun að ég ætla að veit ykkur það. Annars vegar það vegna þess að fundunum að ljúka. En fyrst og fremst að því að þið kláruðu kleinurnar áður en ég komst í þar. Það mun ég seint fyrir ekki það. En þá það síðasti liður á dagskránni, önnur mál. Erna Argrímsdóttir hefur beðið orðið undir þessum lið. Kæru félagar, ég ætla að reyna að eyða ekki mikið tíma ykkar, allir orðnir þreyttir og allir orðnir uppgefnir og ósköp eðlilegt. Þetta eru viðburðaríkur fundur, en ég ætla bara að leiðrétta misskilning. Annars vegar þegar þið kynntu mig í morgun sem Erlu, en ég heiti Erna Arngrímsdóttir og fyrir Spóex, og síðan það að ég var formaður laganemndar og ég hef verið spurð í öllum þessum kaffihléum hvort hún væri dáin. Hún ekki dáin. Sú sem semst var, hún lifði. Laganemndin hélt 4 fundi, á 1 mætti 1, á 2 mættu 2, ég og Ólína,
og á 4. fundin mættu við 3 og ég var kosin formaður. 2 laganemndarmenn hvorki sáust né heyrðust. Þannig að mætingarnar sína áhuga leysi og eða tíma leysi. Þannig þetta var mér mikil gleði að sjá að það var slagur að komast í laganemndina núna, enda náttúrulega kannski miklu meiri í húfi heldur en þegar við vorum. Ég ræddi þessi mál við Þórnýju Björk Jakobsdóttur, ráðsnilling sem hér og hún benti mér auðvitað á lausnir. Hér á aðalfundunum ættu nefndir að hitta strax og kjósa formann og þá lendum við ekki því sem ég gerði. Ég beið eftir hinnum reyndu nefndarmönnum að þeir myndu kalla saman fund sem þeir gerðu alls ekki. Svo niðurstöðu laganefndarnar svo að við ákváðum að gera engar breytingarna vegna. En ég veit náttúrulega að nú kemur til Teits og Siggu með nýju laganemndina og lít með mikilli gleði á það. Ég hef áður unnið 2 í laganemndum sem skiluðu frábæru starfi. Í fyrstu laganemndinni var stórkostlegu lögfræðingur frá SIBS, Björn Ólafur Hallgrímsson, reynslu bolti fyrir utan sérþekkinguna sína á lögum. Og ég tel að þessi laganemnd sem var þarna hjá okkur núna, hún hefur liðið fyrir það að hafa ekki lögfræðing eða einhvern annan sem hefur verið. Í síðari laganemndinni var Halldór Sævar Guðbergsson, frábær samstarfsaðili, auk þess að vera með skemmtilega kímnigáfu sem ekki verra. Ég held að báðir þessir elskulega herrar missi af þessum hrósi af því þeir séu farnir, svona þetta. Nú, fínt. Já, ég ætla sem sagt bara að segja eins og var þarna, ég gef náttúrulega ekki gaf engan kost að mér áfram því að mér líst ekki á að vera svona hálfvolgur, annarkvort vinn ég eða vinn ekki og ætlaði bara að mæla með Ólínu Sveinsdóttur sem guðsjálf komst inn í þetta. Hún frá Parkinson samtökunum og hún vann af þessu með miklum heilindum og áhuga. Ég ræddi líka þessi mál, þetta lögfræðingsleysi við Hannes Inga Guðmundsson sem lögfræðingur UPI og baðum hann nefndinni til háls og traust sem ég finnst nauðsynlegt af því það þarf að vera greiður aðgangur að sérþekkingu og þakka Ólínu og Guðmundi Jónsson sem mætti á 1 fund kærlega fyrir samstarfið. Og ég stilli mikið náttúrulega bara að klára hérna með einhverju skemmtilegu ljóði af því nú erum við eins og alltaf í baróttu og hún algjörlega nauðsynleg. Við höfum aldrei fengið neitt öðruvísi en að berjast og þangað vonunum vorkunarlaust sem veginn minningin lagði. Takk fyrir. Takk fyrir það. Halldór Sævar ekki bara í salnum, heldur hann næstur á mælandagskrá og getur nú endurgoldið hólið. Já, þetta var svona plátt hjá mér og Ernu og Erna frábær líka. En ég vildi bara koma hér upp og þakka fyrir mig, þakka fyrir þá kosningu sem ég fekk áðan. Ég mun reyna best að vinna fyrir bandalagið og félagsmenn þess, ég segi það, félagsmenn þess og vil leggja áherslu á það að við reynum öll að vinna saman og reyna að stuðla að betri kjörum fyrir öryrkja og sjúklinga og við höfum verk að vinna og vitum það og það hefur alltaf verið þannig á bandalaginu og aðildafélögum þess og það skiptir miklu máli að við mætum áskorunum með opnum og jákvæðum hug og við leggjum okkur fram við þau fjölmörgu verkefni sem bíða okkar á næstu vikum og mánuðum. Takk fyrir mig, ég ætla ekki að tefja fundi lengur. Takk fyrir það. Næstur á mælandagskrá Grétar Pétur Geirsson. Jú, ekki mikrofón út í sal? Ágætu félagar, ég vil byrja á því að óska formanni nýkjörnum til hamingju með
kosninguna og öllu þessum náðu kosningu. Svo vil ég líka þakka þeim sem að vera hverfa úr framkvæmdastjórn fyrir gott samstarf og síðast en ekki síst fyrir þessa rússnesku kosningu sem var hér sem að kallinn fekk. Ég afskaplega, ég bara hærður sko, ég verða vikina, ég átti nú von á mótframbæði og var með 4 síðuna A4 frambóðsræðu sem að ég ætla nú ekki að þurfti ekki að lesa upp. Nei, svona allir ganni sleftu þá hlaka ég bara til að vinna með því fólki sem var kosið. Takk fyrir mig. Takk fyrir og þá síðastur á mælendaskrá Vilhjálmur Hjálmásson. Það er að loka þess að þakka þið fyrir. Við skulum bara byrja á léttunótunum að vera eldsnögg. Við veltum því fyrir okkur í morgun hver væri öryrki og hvað væri að vera fatlaður. Ég vil bara segja að ég sé bara fjölgreindur. Greindur með athyglisbrest, greindur með kæfisvefn og svo framvegis og svo datt þetta upp mér. Við eflaust öll erum svo greind, þó fötlun hjá sumum sé gleymd, en þegar ég sækir og vínið mig kætir, mín örorka sést best í reynd. En það var annað síðan í morgun, það var í sambandi við íslenska getspá. Ég hef ekki miklu áhyggjur af því að það skiptir máli hvernig Öryrkjabandalagið veitir þessu peningum. Á sínu tíma þurfti að setja þetta í húsnæði, tímandur eru breyttir og sambandið hefur þróast. Ég ætla eins og að skipta hatt, ég bæði leikari og með meistaragráðu í menningarstjórnun og bendi ykkur á það að í Bretlandi og Skandinavíu og jafnvel víðar eru þetta 3 hópar sem fá þetta. Það eru sem sagt hópar á borðið Öryrkjabandalagið, íþróttir og menningarstarfsemi. Og ef þetta verður tekið til umræðu 2018, þá verður stór krafa frá menningarsamfélaginu að fá hluta á þessum potti og það gæti lækkað það sem kemur til Öryrkjabandalagsins. Ég vil ekki orðið í umræðu það hvort það sé rétt eða rangt. Hafið þetta bara í huga næsta árin. Takk. Þarna notaði ég gamalt fundarstjóra tricks því að ég var ekki búinn að loka mælendaskrá en kynnt hann sem síðasta á mælendaskrá en ég held ég loki mælendaskrá formlega hér og nú. Ágætu gestir, þetta búið að vera viðburðaríkur dagur. Nokkrar tilkynningar, ekki nokkrar, eru 2 sem vil koma fram. Ég vil biðja þá sem hér eru enn sem að voru kjörnir í embætti að hingra hér aðeins og safna saman fyrir myndatöku. Ég vil líka biðja ykkur að skila af ykkur þessum merkimiðum sem þið eru með hálsinn því annars þurfum við einfallega að kaupa nýja og við erum að sjálfsögða að spara peninga. 17:09, 9 mínútur fram yfir auglýsta dagskrá. Það ásættanlegt þannig að ég lýsi því yfir hér með og nú leið og ég þakka fyrir mig og fyrir hönd okkar Steinunar Þóru. Þakka fyrir okkur. Þá lýsi ég eða slít ég þessum fundi hér með formlega.